Þá höldum við áfram umfjöllunum, jólabækur, bækur sem eru að koma út núna fyrir jólin. Ég held á einni sem að ég svolítið spenntur fyrir, vegna þess að ég blaðamaður. Hún heitir Spegill þjóðar og er 50 ára fréttamyndasaga Gunnars Vaff Andréssonar og Sigmundur Ernir Rúnarsson skráir sögurnar á bak við allar þessar myndir. Og ferill Gunnars náttúrulega mjög áhugaverður og hann einn áhrifamesti frétta ljósmyndari okkar. Ferill hans spannar hálfa öld og margt greypt í þjóðarsálina eins og segir hér á bakinu. En sem sagt, góðir gestir komnir hér til að spjalla þessa bók. Gunnar Vaff Andrésson, vertu velkominn. Takk fyrir kæra. Og Sigmundur Rúnar, við þurfum ekki kynna þín eitt frekar. Þú ert niður á þingi á milli þess sem að þú ert hér, gefur þér örskot stund til að ræða þessa bók, en til hamingju með þetta verk. Takk hérlega. Drengi mínir. Takk fyrir að bjóða okkur. Já, bara mjög gaman að fá ykkur. Manst þú, Gunnar, þína fyrstu ljósmynd sem birtist í blaði? Já, reyndar. Það var 1966 í júní, en ég byrjaði á tímanum í myndamótagerð 1966 í mars. Já. Og þar var sem sagt ljósmyndadeildin líka á sama plani. Já. Og þar voru ljósmyndararnir og mér þótti þetta skemmtilegi kallar og drjúgur og flottir og fór að herma eftir þeim og byrjaði á því að fá með ljósmyndavél og fór að taka myndir og búa til og bjóða Jóni Helgasyni ritstjóra Sunnudagsblaðs Tímas myndirnar til birtingar og hann notaði þessa fyrstu mynd mína á forsíðu Sunnudagsblaðsins sem var tjald í Borgarfirði í Rjóðri, stemning og þar var teningunum kastað. Já. Hvernig myndavél keyptirðu þér? Það var rússnesk Leica sem ég keypti í Bjalli sinni en ég átti hana stutt. Já, magna. Já. Og hvar varstu helst að vinna öll þessi ár? Já, ég var á tímanum í 13 ár. Já. Fór þá á Vísi 78 og svo var ég með í samraunanum, Dagblaðinu og Vísi. Já. Og úr var DFF. Já. Og þar var ég þangað til að það sneri upp tánum og þá náði ég landi á Fréttablaðinu og var þar til 2018. Já, þannig að þetta eru meira þess að rúm 50 ár. Já, þetta rúm 50 ár. 1966 til 2018. Já. Það er þín saga. Já. Og það hefur ansi margt breyst. Vissulega. Já, við ætlum að fara í það á eftir, allar þessar breytingar sem hafa orðið á umhverfi ljósmyndara og blaðamennskunar. Já. En Sigmundur, hvenær bar ykkar fundum saman? Ég kem suður ljósarður nýstúdentinn sumarið 1981 og ég bara svo harð ákveðin að vera blaðamaður að ég labba síðumólan frá byrjun. Fer inn á Þjóðviljan, fæ ekki vinnu þar. Svo það Dagblaðið, Jónas Kristjánsson síðar mér mikill vinnu minn og mentor, hvaðst ekki hafa pláss fyrir mig og þá voru góður á dýr vegna þess að það var eiginlega álíka stutt á Tímann hinum með göttuna og Vísi sem ég fannst nú full til borgaralegt blað fyrir mig, róttæklingin að norðan. Varstu róttæklingur? Já, algjör. Þú varst náttúrulega ungskáld líka. Já, ungskáld líka og ég ákvað að halda mig yfir röðinu og fer inn á Vísi og hitti þar Ástu vinkonu okkar Gunna sem var í móttökunni og hún vísaði mér upp á kontor til LSB Skram. Og þegar hann kemst að því að ég þegar búin að gefa út mína fyrstu ljóðabók, þá ræður mig á staðnum og ég fer inn í bás til mannar sem heita Óskar Magnússon, Árni Sigfússon og Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson og blárra gat það nú ekki verið og hef störf. Og svo sem sagt, og þar kynnist ég náttúrulega Gunna. Og við höfum verið mikli mátorvinir allar götur upp frá því og við fundum okkur bara svo aftur saman þegar ég var fréttaritstjóri Fréttablaðsins á upphafsárum þess og svo náttúrulega þegar ég var 2004 og svo náttúrulega eftir ég var líka ritstjóri Fréttablaðsins 2022-2023. Þannig að við höfum alltaf þekkst og spilað saman fótbolta og golf og verið miklir vinir. Eru þið enn að spila fótbolta? Já, er það ekki stór hættur fyrir menn og Gunni er búin að leggja skóna á hérna. Þú hættir á toppnum. Já. Og þannig að þetta er langur tími og svo þegar ég sá að Gunnar vinur minn var að
setjast í Helgan Stein eftir glæsilegan feril, mjög áhrifaríkan fréttaljósmyndara feril. Þá kviknaði þessi hugmynd í kolli mínum. Ég svo sem alltaf að gefa út bækur, en þetta var bókahugmynd sem fór ekki úr hvirfli mínum. Vegna þess að sko ég hefði heyrt svo margar sögur að bakvið þessar margar frægustu myndir Gunna og mér langar bara væri saga sem væri óskráð. Já. Og sagan á bakvið myndirnar oft svo skemmtileg, hún bætir svo miklu við myndina þá myndin sé prýðis góð og segir mikla sögu. Þá eftir sagan á bakvið hverja mynd alveg ótrúlega kostuleg. Já, það oft eitthvað spennandi. Og þær eru þetta komna fastar á blað og ég get nefnt sem dæmi eina ljósmynd sem til í samvinnu okkar Gunna. Þá ég ritstjóri DFF 2001, 2, 3, 4 áður en ég varð fréttaritstjóri í Fréttablaðsins og þá mál Árna Jónsson í hámæli og hann sem sagt neyðist til að segja af sér þingmennsku og við erum búin að skúpa þessu máli öllu þessu máli, ekki síst Reynir Traustason, okkar blaðamaður og ritstjórnin á DFF sem búin að leiða fréttaflutninga á þessu máli og afhjúpa þessar misfarir í formennsku Árna Jónsson í endurbyggingu Þjóðleikhússins sem menn þekkja kannski en okkur finnst hins vegar að við verðum að fá einhverja ljósmynd af Árna það sem hann iðrast og ég hringi Árna út í Eyjar og spyr hvort það sé til í að sitja fyrir á mynd þar sem hann sjá eftir því sem hann gerði. Hann verði sjálfs sín vegna og frængarðsins og allra annara að birtast á svona mynd og hann ekki alveg til í það en hvers vil ég hugsa málið og lætur svo slagstanda eftir smá jaml og föður og Gunni flýgur út í Eyjar og Árni vill fara með hann niður í Klauf við á milli Heimeyjar og Stórhöfða þar sem hans uppáhaldsstaður tyllir sér þar á stein Gunni smellir af og tilverður fréttaljósmynd ársins og svona eru sögurnar og þetta samvinna milli okkar og þessi mynd náttúrulega segir eiginlega, hún botnar söguna ef svo má segja, þetta ekki sammála því Gunni? Jó, ég hitti Árna Jónsson í heitum potti í Kópavogi nokkru eftir að þetta gerðist og við tókum upp hjal saman og skemmtum okkur í pottinum og þá segir Árni hann Matti, honum líka þessi mynd sem hún tókst já, takk já, hann telur þetta að vera verðlaunamynd Já, og það gekk eftir. Það gekk eftir. Sko, það líka gaman að heyra þig ræða þetta sem af því að sko myndatextar eru eitt knappasta form blaðamennskunnar og þar má ekki vera eitt auka atkvæði. Allt svona mjög spísað og tálkað. Og mest lesna efni í dagblaðana jafnan fyrir og síðar. Þannig að maður sér að það hlýtur að vera fengur einmitt í því að heyra af því hvernig sumar myndirnar urðu til því ekki textinn að upplýsa það sem liggur undir þig myndatexta en sko ég fæ svona déjà vu eða þú veist ég svona nostalgíukast ég fer aftur í tíman þegar í flettinni og ég tek eftir því að þær eru allar svarthvítar hvers vegna það? Það var bara stefna að hafa svona heildarsvip á bókinni og hafa hana svartkvíta því að svartkvíti hlutin nú dálítið stór sko það ekki fyrir 2000 eða réttum kringum 2000 sem liturum fyrir að verða svo mjög algengur Og hvað breyttist hjá þér? Tókst ekki upp stafrænatækni? Jú, það var 2002 sem ég tók þannig vel í lúkur það var eins og að byrja í nýri vinnu Var það? Já, því að filman svona ekki meðfærileg og svona erfið svolítið mikið snudd í kringum þá vinn alla en þarna settist maður bara fram á sal með hinu fólkinu og vann sína vinnu í tölvu. Það náttúrulega fólk sem að hlusta á okkur núna eða horfa, ungt fólk farðu aðeins yfir prósessin þegar þú varst með
að framkalla í myrkrakompunni. Já, sko, ég að hugsa þetta, sko, það var, maður lendi kannski í því á síðdegisblaði komandi til vinnu klukkan 8 morgni og hafðum 2 tíma til þess að klára blaðið og þá var sagt við mann, Gunnar, það vantar forsíðu, það vantar baksíðu og vantar blaðsíðu 2. Og hvað gera bændur? Og þá hljóp maður út í veður og þá var það oft gripið að veðráttan var kannski eitthvað sem var myndræn. Já, eða bara börn á leið í skóla sem má ekki mynda í dag. Það má ekki mynda þau í dag. Og svona þurfti maður oft að taka á hann stóra sínum á stuttum tíma og svo þurfti maður að fara inn á ritstjórn, framkalla filmuna, þurrkana og setja hann í stækkara og búa til myndir úr þessum filmum og maður vissi ekki alveg hvernig myndin hafði tekist fyrir maður sá filmuna þannig að þetta voru svona oft miklir vafar sem maður lék í kringum mann í þessu. Rosaleg pressa, þessi morgunpressa. En einhvern veginn, ég man aldrei eftir því að sitja tómhentur sko frammi fyrir fréttastjóra og segja ég á ekki neitt. Nei, ég alltaf... Þú var svo duglegur að búa til. Ég gerði það líka, já. Og þeir virtu það alveg á DFF. Ég mátti eiginlega búa til. Ég bara gerði. Ég hlustaði á fréttir, ég talaði við menn. Ég talaði ekki við menn, ég yfirheyrði menn. Ég var alltaf með hugan við það að finna myndefni. Og þetta, ég tók þessa kvöð alveg inn á mig að verða að skaffa og gera sem ég hugsaði þér af því við höfum báðir verið fréttastjórar hvað mikil auðlegð í svona starfsmanni sem er alltaf að fyrra bragði í öllu og sko þetta minnir okkur á að sko Gunnar sko lifandi sönnum þess að forvitni er einn af lykil þáttum blaðamenn sko forvitni fólk og fjernað og umhverfið allt og betra þetta ekki að vænt samfélagið og að kunna á fólk og ég tek bara eitt dæmi þarna frægmynd, fréttaljósmynd af Steingrími Hermannsyni vinn okkar á hækjunum mæta í stjórnarráði og munið hvað ár það var? Já, þetta í kringum 80 er það ekki? Nei, það gæti verið 80, 85, 90 Já, þetta er svona 87 kannski Já Nefnum hvað Gunni ábúin að frétta því að hann hefði verið að láta laga á sig fætuna var í gifsi hringir í Arnarnesið Edda konans verður fyrir svörum og Gunni spyr sko Pétur Steingrímur ekkert á leiði til vinnu jú, hann er nýfarinn þá brennir Gunni niður í bæ og það er betra hann botni sóðuna Já sko það var hann fór í aðgerð á Ökla gömul íþróttameisl og ég taldi það geta verið sko mynd það sem forsætisráðherra bara heima við kemst ekki til vinnu vegna aðgerðarinnar Þetta kemur í síman og segir nei, hann Denni, hann var að fara í vinna var hann að fara í vinnuna ég held að hann væri sko rúmlíkjandi nei og hvernig fer hann í vinnu já, Guðmundur sótt hann og hann er á hækjum og ég sá nú bara alveg það mótífi sko Steingrímur Hermannsson á hækjum og fór niður stjórnarráð alveg í grænu kvelli og stökk inn í hús og kannaði hvort hann væri kominn hann var ekki kominn þannig að ég beið fyrir utan Náður að sitja fyrir honum? Já, satt fyrir honum og hann, svo sé ég bílinn koma og hann fer upp fyrir húsið og þess að auðvelda Steingrími sko gönguna að húsinu Svo þegar hann kemur fyrir hotni og sér mig við tröppunar þá hefur hann aðra hækjun á loft og sér anskotin þú þarna og svo gengur hann inn í stéttina svona þegjandi og það ég býð á þetta og sá í hendi mér að þyrfti að taka tröppunar þarna og náði þessari mynd og Steingrímur verið svona fúll á svipinn í þessu baxi sínu en þegar hann lendir á stéttinni og þá horfir hann til mín og brosir og segir, var þetta ekki flott? Það er svo fyndið sko þegar ég segi þetta að myndin rennur upp fyrir mér ljóslifandi en hún hefur sannlega verið endurbyrt reglulega Þetta er frægmynd Þetta er svo frægan mynd Þetta var stór þrítálkur á forsíðu daginn eftir Svo líka sko það er það mynd sko frá 1981 eða þar bil þegar Gunnar Thoroddsen og Vala kona hans eru á landsfundi Sjálfstæðisflokksins Ein frægasta pólitíska mynd sem tekin hefur verið á Íslandi eiginlega allir ljósmyndur fram í smók á meðan að Geir Hallgrímsson klárar ræðu sína svo stendur allur þingsalur upp fyrir Geir í lok ræðu hans nema þau tvö, Gunnar Thoroddsen og Vala
Thoroddsen sitja sem fastast og Gunni akkúrat að rétta staðnum eini ljósmyndari sem á staðnum hinn allir fram í smók hinn allir að reykja sígarettur og Styrmir Gunnarsson baði þessa ljósmynd Já, það var nú það þurfti nú ekki að vera neitt mjög skarpur til þess að átta sig á því að hvað það eina sem Gunnar Thoroddsen gerði í lok ræðu Geirs Hallgrímssonar vitandi það að þingheimur hyllir alltaf sinn formann eftir ræðu að það var mynd og þessi mynd hún náttúrulega passaði mjög við andan sem þarna var því að ræða Geirs hún gekk út á það að skamma Gunnar Thoroddsen sem var þá forsætisráðherra og Gunnar gerði það sem var langflottast fyrir myndina hann satt og reyndar var kona Pálma Jónssonar hún satt nú líka sko en svo ég ég býð þessara stundar hinir ljósmyndararnir þeir voru bara fram í andir að býða þessar ræðu líki og þar með lauk fundunum í rauninni sko voru jafnvel farnir en ég hékk þarna út í horni og beið Gunnar svo sem vissi af mér en þegar ég að ganga út úr Háskólabíó þá mæti ég Birni Jóhannssoni fréttastjóra á Morgunblaðinu og þá segir hann svona hvernig anskotanum datt í huga að vera þarna býtu var það ekki augljóst að vera maður átti ekki að vera þarna jú, en hvar eru mínir menn og þetta kvöld þá hringir Styrmir á mig og segir Gunnar þú verður að hjálpa okkur mynd þessi slugsar okkar þeir sá ekki til þess að mynda þennan atburð og ég sagði nú bara strax nei við erum vísismenn og við erum síðdegisblaðamenn og síðdegisblað og við getum ekki látið skúpið okkar fara og þá sagði nei heyrðu láttu mig hafa bara mynd af þingheimi sko standa upp og klappa formanni Lofi Lóa þá getur hún hjálpa mér það og ég sendi honum mjög ljóta mynd og ég skammaði ekki alltaf fyrir það að hafa það þannig sko því að hún fór nú samt á baksviði Morgunblaðsins sko. En hugsið ykkur einmitt sko mikilvæg þess að vera með nef þekkja fólkið með nafni vita hvað sögu það gegnir og allt það þetta ekkit algengt kannski í síðustu tíð held ég Nei, og mér finnst líka sko svo fallegt að sjá í þessari bók sko þetta samband ljósmyndarans og ljósmyndaefnana og enn eitt frægasta dæmið af þeim samskiptum náttúrulega þegar að Vigdís Finnbogadóttir 1980 í sínum forsetaslag sem hún hefur betur í gegn 3 karlmönnum að hitta vinkonu sinni í Ólafsvík og Gunni bíður og að því hann búinn að sjá sko á gangstéttinni fyrir framan húsið að það sko búið að krota París í gangstéttina sem einhverjir krakkar hafa gert og Gunni náttúrulega sér fyrir sér að þarna muni verða ljósmyndaefni Páll Magnússon vinnur okkar þá blaðamaður og nennir ekki að bíða eftir svo alltaf að bíða Gunnar að koma bara förum við að gera eitthvað annað en Gunni beið vissi að Vigdís var að koma út og þegar hún kemur loksins út þá spyr hann að sjálfsögðu Vigdís kannt ekki ennþá að hoppa í París ég nú hrættur það Gunni minn og hoppar og þetta einn frægast ef ekki frægasta myndin af Vigdísi Finnbogadóttir af sko úr kosningabartunni og allar götur síðan hefur við hangið upp á vegg hjá konum og kollum sem svona einn frægasta ljósmyndin sem tekin hefur verið af Vigdísi Finnbogadóttir bara því hann beið þessi mynd sko hún mest selda myndin í ljósmyndasafni Reykjavíkur það? Já og mönnum finnst þetta er náttúrulega mjög falleg kona og kraftmikil kona og svona mikil fyrirmynd og Parísartengingin náttúrulega mjög náðiru henni fullkomnu birtu og öllu þetta voru 2 skot sem ég náði sko, hún bara hoppaði og svo var það bara farið en hún hefur sagt við mig einhvern tíðan að Gunnar veistu það að þessi mynd er myndin með stóru enni og það þótti mér nú dálítið gott kompliment en var það þér meira virði á ferlinum að ná fréttinni heldur en sko fullkominni tæknilegri hlið ég var aldrei voðalega mikil tæknikall sko. ég var alltaf að reyna að segja sögu með myndavélina og mér fannst það vera mest verðt að ná tengingu og taldi að myndin ætti að vera jafn mikilvæg og textin í frásögn áherslu á inntak en ekki form eða inntak umfram form En svo það annað Björn sem sko þessi bók er vitnisburður hún er vitnisburður blómaskeið íslenskrar blaðamennsku hún er vitnisburður þá tíð sem blessunlega við 3 höfum allir lifað þegar að dagblöð og fréttastofur eru svo sterkar í
fréttaflutningi sínum. Margar ritstjórnir og sumpartólíkar. Einmitt, sumpartólíkar sem er gott atriði. En sko, Gunni fékk hugmynd, það alltaf kremjast í hafís á Raufarhöfn. Já, farðu. Og það farið út allt land. Þú ert varla búin að fá hugmyndina, þá ert bara farin. Einu sinni frétti Gunni af týndum þýskum ferðamannahópi bara upp í Krepputungum við Kverkfjöll. Það var bara flogið á Egilsstaði, keyrt alla leið. Náð mynd af þessum týnda hópi sem vissi ekki að hann mætti drekka íslenskt vatn og allt eftir þessu, það var bara farið. Það kveikti nú okkur sko, kveikti í að það fréttist að þessi hópur breskur væri búin að rangla öræfi landsins vasslaus og það bara spurði hvað býttu, svo hittum við þetta fólk og það fór að segja okkur frá því að það væri hvergi vatn og við bara bentum á polla eða ár, það var allt rekkandi og það var bara hiss á því. Og svo náttúrulega annað, sko, við reyndum að hafa þessa bók mjög fjölbreytta. Þarna sko dýralíf og náttúra, hamfarir, pólitík, mannlíf og svo náttúrulega bara þessi breytingar á samfélaginu. Ég meina, ein fyrsta myndin í bókinni er bara frá því að hádagurinn var haldinn 1968 og breytt var úr vinstriumferð yfir í hægriumferð og Gunni á þar eina frægustu myndina af þeim atburði. Þannig þetta er gríðarlega mikla breytingar á samfélaginu sem við sjáum eftir því sem flettum bókinni nær endanum og á þessum 50 árum hefur gríðarlega mikið breyst í öllu tilliti, ekki bara í pólitík og mannlífi heldur líka bara í svona holdningunni á þjóðinni. Þetta var náttúrulega sko 1968 óðbóðslega karllægt samfélag. Við sjáum það bara í byrjun. Svo koma konurnar til sögu, hver á fætur annarri og það blir snýst nánast við á 50 árum. En svo er annað sem Gunnar er hugleiki mjög sko þegar uppi staðið. Hann lifir á þessum 50 árum í sínu starfi frá því að vera í mjög opnu færi við sín viðfangsefni, mega fara hvert sem hann langaði til að taka myndir til þess tíma að allt var orðið bannað. Ræddu það aðeins við mig? Já, það er nú til þess nærtækast að nefna Alþingi Íslendinga. Þar var nú átti hver fjölmiðill á Íslandi sinn fulltrúa. Þingmenn voru svona Facebook þess tíma og átti í góðu samskipti við blaðamann og uppfræddan stöðu samfélagsins sem þeir voru sko fulltrúar fyrir og við vorum þarna gengum nokkuð frjálst þinghúsið. Við vissum náttúrulega að máttum ekki fara inn í þingsalinn en all hliðarherbyggi voru opin okkur og gangarnir voru opnir og það voru oft svona minni blaðamannafundir bara í stiganum þarna í þinginu. Yfir í það að það sem nú er komið náttúrulega, þá fara menn í gegnum vopnaleið til þess að komast þarna inn og það er mjög takmarkað og það breyttist nú eiginlega bara tók miklum breyting þegar Friðrik Ólafsson verið skrifstofustjóri þarna. Þá hann ávítar mig fyrir það að vera að mynda þingmenn niður í sal af svölunum að ég sé að hnýsast einkahagi þeirra á borðum og mynda það og svona verður svona einhver titringur í húsinu sko og svo jókst þetta bara alltaf stigast í og við sjáum eiginlega enga þingmyndir í dag sem voru hérna í gamla dag. Og svo náttúrulega sko er embættismannakerfi farið að banna ljósmyndurum greiða leið að atburðum eftir því sem árin líða og þetta versnar til mikilla muna eftir að ný öld kemur til sögunar og þetta er svona kaflaskilin eru kannski miðjan 10. áratug síðustu aldar þegar að sýslumaðurinn fyrir vestan bannar fjölmiðlum aðgang að hinu hörmulega snjóflóðasvæði í Súðavík og það er svona upphafið kannski af því að sko aðgangur fjölmiðlamanna sem villtaskuld eru ákveðin framlenging af fólkinu í landinu eru að skrá samtímasögunni jafn og gerist fá ekki lengur
færi á að vera í námunda við þessa atburði sem að gerast. Já, og það bara risastór myndra en eyða í þessum atburði. Svo var það, sko, kom það á daginn að þegar farið var að endurskrifa söguna eða gefa þetta út á bókum og svona, þá vantaði allar myndir meira og minna. En sko, talandi þetta og lokuð svæði á náttúruhamfarasvæðum að þegar Vestmannaeyjagosi var að þá var það skilist að við færum niður í almannavarnir og fengjum okkur gasgrímu og erum með hjálm og ég fór inn í almannavarnir og fekk gasgrímu og svo fór ég til slökkviliðsins í Reykjavík til þess að fá lánaði hjálm því þá var þetta nú ekki svona söluvara í verslunum eins og í dag. Og þá var ég bara gjaldgengur og svo þetta bara að passa sjálfan þig. Já. Og gastfæri út allt. Og bera ábyrgð aðrir. Já. Sko, blaðamennskan hefur eiginlega tapað í þessum átökum sem voru oft á milli okkar, blaðamanna og ljósmyndara við einhvers konar yfirvald, við einhverja öryggisverði sem að vildu halda okkur frá. Mín reynsla svo að maður komst yfirleitt í gegn, stundum með lempni, stundum tók það svolítinn tíma, en maður komst í gegn og maður bara horfði í augun á þessu fólki og maður segi, nei sko, ég vinn við að taka ákvarðanir það hvað væri siðferðislega rétt að birta og svo framvegis. Þú verður bara að treysta mér. Og mér fannst við vinna þennan slag framan af, en ég held við séum bara að tapa honum á öllum vígstöðum. Þessi átök eru bara, þau féllu einhvern veginn, hvað maður að segja, skammsýninnar megin vegna þess að þótt maður skilji mikilvægi þess að þú sért að vernda ákveðna stundarhagsmuni, þá blaðamennska, hún fjallar ekki bara stundarhagsmuni, hún bara þjóðfélagslegt verkefni í samfellu tímans. Og við erum svolítið að tapa þessu gamla svona vinalega samfélagi sem var til staðar á síðustu öld þegar ég að byrja í blaðamennsku og ég nefni stundum sem dæmi. Það kannski í kringu 1985, 6, 7, kannski hefur þetta verið 1987 sem vinur minn úr blaðamannaskólanum í Noregi, Oslo, kemur ykkur til lands og að fjalla íslenskt efnahagslíf vegna þess að Ísland var að fara á hausinn á þeim tíma. Þetta örfáum árum fyrir þjóðarsáttina og Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra og ég lóðsa mannin allt kerfið og fer á milli viðmælanda og svo kemur daginn að einn viðmælandinn forfallast og það myndast tími hjá okkur sem við höfum ekkert með að gera og við erum staddinir í miðbæ og ég segi við vinn minn, heyrðu, ég skal bara athuga hvort að Steingrímur Hermannsson getur ekki hitt okkur núna. Fer í tíkallarsíman í Lækjargötu, hringi í stjórnarráðið og hann liggur við að Steingrímur svari sjálfur og það athugað, jú, kom ég bara núna. Við löpum upp stjórnarráðströppurnar, það tekur Steingrímur mót okkur og sitjum við okkur dágóða stund og norski blaðamaður tekur viðtal við hann og svo spyr hann mig hann var svo hrifinn af Sigmundi Afa sem var dyggur kjósanda hans í Standasýslu, sitt aðeins eftir ég er að heyra sögur nógu tími til. Já, nógu tími til. Þessi tími er svolítið farin, nú pantar maður viðtal með ströngum og löngum fyrirvara og fær viðtalið hugsanlega eða hugsanlega ekki. Já, og það þarf að vera stutt. Þannig að maður náði skotti á þessum vinalega tíma þegar og Gunni þekkir náttúrulega ennþá betur en við yngri mennirnir að sko samgangur milli ljósmyndaefnis og ljósmyndarans var ótrúlega mikill. Já. En hvernig líst þér á þetta, Gunni? Sko, við erum komin á þann stað að það bara fólk sem segir blaðamönnum hvað með að gera. Það á við ljósmyndara eins og blaðamenn, bara mikið til. Það alltaf að koma fyrir að við missum að mikilvægum upplýsingum og við fáum þar allt og seint. Ég vil meina að þetta hörmulega leikskólamál með barnaníðið, að við erum öll svo hissa á því núna hvað þetta er ógeðslegt, hvað þetta var alvarlegt og hver saga þess er. Ef við förum 15-20 ára aftur í tíman þá hefðum við fengið að vita miklu fyrr upplýsingar í því máli. En við erum öll einhvern veginn dottinn inn í maður getur kallað þetta bómullarvæðingu, það til þess að vernda hagsmuni einhvers eins en bitnar kannski á almannahagsmunum. Lögreglufréttir dagsins í dag eru eins knappar eins og hægt er og lögreglan segir ekkert. Og þetta barst í tal þegar hinn heimsekti
fréttamaður Jón Björgvinsson kom einu svona hérna heim og við vísismenn komum saman gjarnan þegar hann kemur og höldum okkur svona gleðistund og þá fór hann að spekla í þessu hvernig á þessu stæði að fréttir á Íslandi væri svona djöfulda knappar og engar fréttir í rauninni og ég fór að segja um þetta að það væri eitthvað svona og þá sagði Jón Björgvinsson ef lögreglan svarar blaðamanni svona þá fer blaðamaðurinn í málið bara sjálfur og sækir sér þessar upplýsingar en það bara ekki taktur sem blaðamenn hafa tilengað sér í dag en við gerðum þetta í gamla dag, við sóttum okkur fréttir og til þess talandi slysavettvanginn þú sérði enga slysavettvang lengur hvorki myndum og valla í texta bara því allt er lokað myndskreiting með slysafréttum í dag eru bláblikkandi ljós á lögreglubíl alveg ótengt máli ólíkt því sem áður var sko þegar flugslys urðu illu helli víðum land og Gunnar fekk far með sko flugmálastjórnar til að komast að slystað ég fekk einu sinni far með sjúkraflugi frá Akureyri til Eskifjarðar ég man ekki hvort við vorum að unna saman og maður var mann var bara treyst fyrir og allir bóðinur var búin til þess að hjálpa menn og greiða för þarna var Pétur Einarsson flugmálastjóri og hann sagði bara þessi svona við Gunnar þið fáið að fara af sjálfsögum með okkur við ætlum ekki að fara að tína ykkur líka og bara þið trufli ekki vettvang sko þetta var, það bara var engin eftirmála þessu. Nei, en þetta hangir líka saman við, hvað maður segja, resursa eða fjármál fjölmiðlana. Á þessum tíma þá eyddum við peningi í einmitt bara flugvél og þessi mátti taka leigubíl og keyra þangað og ég svona lifði, ég held að það hafi kannski verið síðustu sko bara skrefin í þessu þegar einmitt ég var undir þinni ritstjórn og fréttablaðinu og lokinn, ég gat farið til að landamærum Úkraínu og Póllands rétt eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu það þótti sjálfsagt og þetta kostaði helling ég gat farið í ferð inn á Öræfi út af einhverju virkjunarhugmynd og þegar voðalegt mannslát var á Blönduósi þá sendum við fólkum niður í nótt og allt það en ég held að þetta sé bara að einhverju leyti þetta efnahagslegt er það ekki? Fjölmiðlar eru orðnir veikar í svo mörgu tilliti á síðustu tímum að þeir hafa jafnvel ekki lengur efni á að afla frétta það þarf eiginlega að afhenda þeim fréttina og það að taka viðtöl við erum voða mikið bara að láta okkur duga það sem að lögreglan segir að fyrra bragði eða einhver status sem einhver þingmaður eða viðskiptakall segir og við bara blaðamaðurinn vinnur bara við að copy-paste einhver texta þetta náttúrulega gengur ekki sko ef við erum svona grumpy old men og pínu svartsinni svo hefur náttúrulega margt er vel gert einhver leiti hefur sko þessi nýja tækni þar sem allir eru með síma og allir eru með myndavél í vasa það hefur einhvern veginn menn treysta kannski á einhverja upplýsingar þannig meira heldur en áður var gert og sko að því að maður er alinn upp af Jónasi Kristjánssoni heitnum einum besta og mesta blaðamanni Íslands sem bjóð til frjálsa fjölmiðlun á Íslandi á sem Sveinar Eyjólfssyni bara bjóð til frjálsa fjölmiðlun sem eru gríðarleg kaflaskil í Íslandssögunni 1975 sama ára og hvernig frídagurinn er haldinn þegar allt er opnast á Íslandi að sko Jónas kallaði alltaf ákveðna tegund blaðamennsku, kranablaðamennsku það sem sko dælan var látin ganga og þetta því miður orðið svolítið einkenni á fjölmiðlum í dag að Björn Þórðarson segir að skoðanir Sigmundur Ernis séu fráleitar og svo daginn eftir Sigmundur Ernis svara fyrir sig fullum hálsi og segir að Björn hefur rangt fyrir sér þetta eru bara einhverja tvær skoðanir þetta er varla frétt Akkurat. Og eiginlega ekki frétt. Nei, og blaðamennskan snýst náttúrulega einhverju leyti á að snúast að greina kjarnafráhismi og reyna að útskýra fyrir áhorfendum og hlustendum og lesendum hvað er að gerast. Þessu hlutverki hefur til dæmis Fréttastofa Ríkisútvarpsins brugðist að mínu mati. Það er bara segir hann, segir hún, segir hann, segir hún og engin efnislega afstaða tekin. Og þegar það á að vera hlutverk og þessi gömlu hágildi sem okkur var kennt í sko frumbensku blaðamennskunar hvað, hvar, hvenar hvernig og hvers vegna hvers vegna er horfið sem er eitt af mikilvægast sem er eitt mikilvægasta háið í þessum 5 háum sem menn eiga að hafa leiðarljósi í fréttamennsku til dæmis hvers vegna gerði Evrópusambandið okkur þennan óleik í gær það er aðalmálið. Hvers vegna? Ef þú veist það ekki, þá ertu ekki með samhengi fréttana eða upplýsingarna. Nei. Herðu, þetta er nú ágætt. En sko, Gunnar,
áttu þér einhverja ljósmynd annarkvort í þessari bók eða bara í lífiðinu sem að þér þykir aðeins meira vænt en allar aðrar? Ég hef nú verið spurður að þessu áður en ég nú ekkert svona sko mér finnst þessi ferill hann var afskaplega skemmtilegur og gefandi og bara það sem að gerði á þeim og á þessum tíma sem þetta var að gerast eitt og annað það verður svo stendur svolítið upp úr sko að maður dettur inn í eitthvað sem var á lífsleiðinni sko. Mér dettur að spyrja þér til dæmis út í hérna Gísla á Uppsölum. Já, það var nú merkileg heimsókn. Þarna fórum við saman vestur á firði ég og Þórunn Hafstein sem var þá blaðamaður á Vísi DFF. Þú verður að segja alla þá sögu með Árna Jónsson og svo framvegis. Það svo góðu punktur í þeirri sögu. Býtu þegar sko Gísli segir að það kom nú hérna nýverið blaðamaður á sunnan það var skrítinn maður. Það sem ég sko í ein heimsókn til Gísla sem var hérna mjög eftirminnileg. Það var þannig að Ólafur Hannibalsson sem var nágranni Gísla í Selárdal að hann sá Eimur og Kalli og lagði til hans ramashund helviti löng snúra sem fór frá Ólafi inn að íbýlum í Gísla og Gísli var nú glettilega vel að sér kallinn sko. Hann sá í hendi sér að þarna gæti hann búið sér til sko nýmeti með því að kaupa sér frystikistu. Já. Og við komum til hans það sem hann sýndi okkur hann í frystikistuna sína stoltur. Já. Og þar hafði hann sko þar voru svona 10-15 matardiskar og allir með sama sem var þverskorinn ísa og 3 kartöflur. Og þannig þetta sauð hann og sett hann í kistuna og svo þegar hann fór afþýta mótni? Já, þegar hann fór til gegninga mótni þá sótt hann eitt disk og sett upp á borð hjá sér og það var nýmeti hádegisins hjá honum og ég gat skilið hann rétt þó hann væri nú blæstur á máli að hann þetta mikil til koma þetta nýmeti frekar það trós sem hann hafði étið alla tíð. Þetta finnst mér ótrúlega falleg saga. Já. Hún faðmar þennan liðna anda naumhyggju og sparnaðar og hagkvæmni og eins lítilláta og auðmjúka. Já, þetta var alveg 3 kartöflur. Kostulega gaman að verða vitni að þessu. Já. Það býr eitthvað af Gísla í okkur öllum. Já. Er það ekki? Já. Hann skilur eftir heilmikið. Já, hann skilur mikið eftir. Með þess að var ég í messu þá var sungið eftir Gísla. Lítill sálmur. Já, lítill sálmur. Já. Og svona og bara hann situr í okkur, Já, hann situr í okkur. Já. Og við þurfum einhver til þess að sko einhver núna að fara hringinn í kringum landið eins og Ómar Ragnarsson gerði og við getum kallað á kynlega kvisti en við getum líka kallað á eitthvað allt annað sko leifar að liðnum tíma eitthvað sem svona sem að segir okkur hvaðan við komum. Það helst sko Sigur Bogi blaðamaður á Mogganum sem sko heldur uppi þessum gamla góða sið að taka hús á mönnum og segja sögur vegna þess að í grunninn er það hlutverk blaðamannsins Sigga Boga okkar á fyrir tíð að segja sögur að spegla þjóðina. Já, og það hafið þið nú gert í þessari miklu bók og ég óska ykkur kærlega hérna félagar til hamingju með þetta rit. Takk fyrir. Ég hlakka til þess að ekki glugga í hana heldur bara éta hana í jólafríinu mínu. Ég held að þessi bók sé sko svona konfettkassi á öll sófaborð landsins. Þarna geta menn sko opnað og þá fáður fallega sög og góða mynd og þá konu umræði kringum stofuborðið og það ekkert blaðsíðutal þarna. Þetta bara svona, það eru ártöl og menn finna eitthvað sem þeir hafa upplifað í bókinni. Já. Ég eins og svo manískur að mér hættir til að taka bara svona rit og taka það allt í einu og mér sýnist að maður þau eru jólafríð. Það eru þarna með myndum, það eru svona gamasögur og skemmtileg heit eins og lítil saga Birni á Löngumýri sem taldi það alveg sérkennilegt að hann og Stefán Valgeirsson var ekki notaðir meður í nefndastörf á Alþingi og hann sagði þetta í pontu við sem erum
gáfustu menn á íslenska þinginu til samans. Til samans. Það gott. Gunnar Vaff og Simmi, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Gangi ykkur vel. Og þættinum þá að ljúka hjá okkur. Ég vil minna ykkur á það að ef þið hafið ekki gerst áskrifendur að samstöðinni, endilega hakið við áskrift á vefslóðin okkar samstöðin.is. Takk fyrir að horfa og hlusta. Við líka þakka öllum viðmælendum og öðrum þeim sem að koma að okkar dagskrá á hverjum degi. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.